Hvernig á að gera garðaprjónskant á sjöl. Ég ætla að sýna ykkur núna svona hálfhringssjal og hérna er ég búin að gera svona pröfu og þið sjáið að hérna er byrjunin. Það er alveg 3 lykkjur hérna. Nú ætla ég að sýna ykkur aðra leið þar sem það er bara 1 lykkja hérna í miðjunni. Þið sjáið munin. Reyna að strekka þetta út svo þið sjáið munin. Sjáið þið hérna eða hérna. Það sem við gerum er að við byrjum bara á því að fitja upp. Og við byrjum á því að fitja upp 3 lykkjur. Ein, 2 og 3. En nú ætla ég að prjóna 2 umferðir. Bara 2 umferðir. 1. Og 2. Nú ætlum við að byrja kantinn og það sem við gerum núna er að við prjónum hérna yfir eina umferð og þið sjáu að hérna er svona kúla. Það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að slá upp á bandi, fara í gegnum kúluna, sækja bandi hérna. Svo ætlum við að slá aftur upp á prjónin og nú ætlum við að prjóna hérna í jaðarinn hér. 3 lykkjur. 1. Þetta er svolítið þröngt, það er stundum hægt að bara nota heklunála eða eitthvað svoleiðis. 2 og 3. Svolítið þröngt. Ok. Núna erum við sem sagt með á prjóninum 2, 4, 6, 8 og 9 lykkjur. Það sem við gerum núna er að við snúum við og þetta hérna verður kanturinn hægra megin og þá fyrir við hér inn í og prjónum 3 lykkjur. Nú erum við komin að það sem við slóum upp á prjónin og þá ætlum við að prjóna í lykkjuna, slá upp á og prjóna aftur í lykkjuna. Síðan prjónum við 3 lykkjur. Nei, hérna prjónum bara 1 lykkju, segi ég. Og prjónum svo aftur hérna er það sem við slóum upp á. 3 í hana og svo koma 3 endalykkjur. Snúum við og prjónum 3 lykkjur. Alltaf byrja á því að prjóna 3 lykkjur. Og þetta hérna er sem sagt byrjunin. Nei, hérna, byrjunin. Og þá í byrjun sem sagt prjónsins þá sláum við upp á 1 lykkju eftir 3 og prjónum þangað til að það eru 3 lykkjur eftir. Nú eru 3 lykkjur eftir, þá sláum við upp á prjónin
og prjónum 3. Nú snúum við, þetta seinni umferðin og við prjónum aftur 3 og svo prjónum við í þessa, sláum upp á prjónin, prjónum aftur í, prjónum yfir þannig 3 lykkjur eru eftir, eða sem sagt 4 þarna þar sem við sláum upp á, þá prjónum við í hana 1, sláum upp á og aftur 1 og svo prjónum við þessar 3 og þá fáum við þennan fallega kant hérna. Ef ég get sýnt ykkur þetta, þá er þetta svona í staðan fyrir svona.